Hvernig vitum við hver vilji Guðs er? Er Biblían með öll svörin? Þetta eru mjög stórar og mjög mikilvægar spurningar sem ég held sé mjög mikilvægt að við spyrjum okkur öll og ég ætla að gera heiðarlega tilraun í dag til þess að tala bæði hvað mér finnst og það sem að þessi bók kennir og það gæti komið mér óvart. Upprunalega var þetta spurning sem að ég fekk senda á Instagram við nýlega færslu og ég leiði mér að umorða og ég spurði hvort ég mætti. Upprunalega ætla ég að gera í bara stuttu ríli nema síðan þetta svo stór spurning, bæði mikilvæg og ég hef mjög gaman að því að, hugsa þetta og pæla í þessu. Þannig að þetta var aðeins lengra heldur en 90 sekundur eins og kannski sjáið. En þess vegna ákvað ég bara að skella því á YouTube af því að enginn annar að horfa á eitthvað mega langt ríl. Og kannski vantar bara kristinn YouTuber, hvað veit maður, þannig að like and subscribe, nei. Allavega, ok, spurningin sem ég fekk og staðhæfing reyndar sem ég umorða. Hvernig vitum við hvað Guð vill? Biblían er kannski góður leiðarvísir, en hún inniheldur ekki svörin við öllu. Ok, og bara til að svona auðvelda ykkur að fylgjast með, þá skellti ég smá á Siriuskassan, smá svona hugsun eða yfirlit yfir hvað ég ætla að tala bara til að dreipa á forvitnin ykkar. Mér langar fyrst að minnast á gagnrýna hugsun sem ég hef mjög mikla trú á og hef reynt og vil tilengja mér. Vilja Guðs, þar að segja fyrir hlutaspurningunni og þá er ég að tala svona í stóra samhenginu og smáa samhenginu og líka hvort að Biblían sé með öll svörin sem að ég vil menna já og nei sem ég útskýra eftir. Og svo bara lokaorð, samantekt pluss okkar viðbrögð við því, okkar val pluss afleiðingar. Ok, í fyrsta lagi langum að segja að ég ber fulla virðingu fyrir fólki sem hefur aðra skoðun en ég. Ég hef mjög mikla trú, ég er alveg upp í kristin fjölskyldu, ég hef mjög mikla trú á gagnrýna hugsun og hefur einkennt líka fjölskylduna mína. Nema svolítið svona, já, í gegnum, reyndar, ok, þetta er tilvíðun, en í gegnum þegar ég var í MH, þá kynntist ég bara svona þessari hugmynd echo chamber, eða skilurðu. Þessi áhrif þar sem þú varst bara í ákveðinu búblu og bara trúir því sem að hópurinn trúir skilur saman hvort það sé trúabræði eða pólitík eða hvað er og það fekk mig til að ströggla mikið með efa. Ég fór að efast trúna mína og bara actually hugsaði það að konverta og skipta yfir eitthvað annað. En komst að þeirri bara málefnalegu og mjög sannfærandi niðurstöðu að sannleikurinn er fundinn bæði hér og það eru bæði vísindalegu rök fyrir því og persónuleg, bara bænasögur og kraftaverk sem ég hef heyrt og upplifað sjálfur. Tala kannski meira það seinna, en mér langar bara að segja að ég hef mjög mikla trú á gagnrýni hugsun, það er svona elska í spurningar eins og þessar og eðlileg gagnrýnar hugsunar hlýtur að vera það að ef maður beitir gagnrýni hugsun og bara hver er sannleikurinn, ég ætla ekki að hafa neinar eða bara reyna allt sem ég get til að hafa engar hlutdrægni eða fyrirfram ákveðnar hugmyndir og ef ég gegnum þessa gagnrýnu hugsun, hann kemst að niðurstöðu eða sér bara að það eru yfirgnæfandi og yfirþyrmandi rök fyrir því að X er sannleikurinn, þá er mjög eðlilegt að hann fullyrði síðan sömu hluti og haldi áfram út frá þeim punkti, ok, ég komist að því að ákveðin hlutur er sannleikurinn, þá er það nýji útgangspunkturinn minn. Ef svo seinna ég kemst að þeirri niðurstöðu að ég hafi rangt fyrir mér og einhver til dæmis myndi sanna fyrir mér að Jesús hafi ekki risið frá dauðum, þá tek ég undir með fyrir mentor mínum sem sagði að hann yrði sá fyrsti til þess að skrá sig úr kristinni trú ef að í ljós kæmi að sannleikur var annars staðar, af því að sannleikurinn er það sem að ég vil og það er vegna þessara sannfærandi raka málflutningi kristinnar trúar sem að ég leyfi mér að fullyrða eitt og annað svona gildi, sanngildi Biblíunnar, af því ég er sannfærður það að Guð vill í dag koma brýnum biblíulegum boðskap á framfæri til allra sem geta heyrst og það er í gegnum kirkjuna hans sem er fólki sem að trúa á hann. Ok, það er gagnrýnin hugsun sem ég vil alltaf tilengja mér og aldrei hætta að tilengja mér og vona að þú gerir líka og ég vona að við komumst að sömu niðurstöðu ef ekki að þú sannfærir mig að þú hafi rétt fyrir þér eða öfugt. Varðandi vilja Guðs fyrir spurningin, til að svara þeirri spurningu eða gera heiðarlega tilraun til eins vel og 23 ára Friðrik getur gert sem er ekki með fullmótaðan heila, þá er samt boðskapur Biblíunnar og bara kenning kristinnar trúar er svo einföld þannig að barn getur jafnvel skilið hana fyrirgefningu Guðs og ást en hún er það yfirgripsmikil og djúp að það tekur heila ævi að ná betri tökum á því og vaxa í trúnni og skilningi og allt það, þannig að ég held í fram að ég get bara réttilega farið með þennan texta og bara útskýrst aðalatriðin og boðskapinu væri svo sami og í hinu fullkomnasta guðfræðiriti sem það getur fundið að því sögðu þá er ég að sjálfsögðu ekki að alltaf vera eitthvað mega hrókafullir af því að guðfræðiriti var að sjálfsögðu miklu ítalega miklu fullkomnara og ég er örugglega með einhverjar villu rámkumindir sumadri en kjarni kristinnar trúar þar sem að eiginvengalískar kirkjur og kaþólskar og
allar þessar deildir sem að bara cool. Það sem þær deildir eru sammálaðum er mjög skýrt og mjög einfalt. Þannig að þú lest Biblíuna og leifir henni að túlka sig sjálf, þá getur þú komist að þeirri niðurstöðu eða bara séð og svolítið dregið saman í hnit með mál hver vilji Guðs er, hvað það er sem hann vill. Og þegar ég segi að leifa Biblíuna að túlka sig sjálf, þá er ég að meina að þú dregur ekki eða leggur ekki ofur áherslu á einn texta sem er kannski í upphafi segjum reiði Guðs í Gamla testamentinu. Þú lest það ekki og segir, já, Guð er reiður að eðlisfari, það er ekki rétt. En þú lest heldur ekki texta náð í Nýja testamentinu eða Gamla testamentinu, það er náð og reiði alls staðar. Þú lest heldur ekki texta miskunn og fyrirgefningu og segir Guð refsar aldrei, því að það er heldur ekki rétt. Sannleikurinn sá, ef þú bara skoðar alla Biblíuna og lest söguþráðinn og sérð hvað er áherslur og hvað er kannski pínu aukaatriði eða þú veist hvert samhengi er, bara málfræði. Með þeirri aðferð getur ég séð að sannleikurinn sá að Guð er kærleikur að eðlisfari, heilagur kærleikur. Hann er seinn til reiði, en hann reiðist vissulega og refsar þegar hann þarf að gera. En það er ekki það sem hann vill gera. Þið fatti hvað er að fara. Summa orðs Guðs er það sem við kennum og það sem við ættum að skilja og geta komið svolítið frá okkur. Þannig að við getum sagt með þeirri nálgun að boðskapur Biblíunar vilja Guðs sé í hnotskurn eftirfarandi. Í fyrsta lagi bara sem bakgrunnsmynd eða samhengi þurfa að skilja Guð. Að hann er eilífur, skapari, almáttugur, persónulegur. Hann er þríeinn, Faðir, Sonur, Heilagur Andi og hann er samt einvera en 3 persónur. Hann er heilagur kærleikur í eðli sínu, er mín ófullkomna samantekt. Það er Guð, tilgangur okkar og þetta er svolítið svona kjarna vilji Guðs fyrir okkur. Ástæðan fyrir því hann skapaði okkur, eins og Westminster Confession of Faith dregur það saman í sem er mjög góð samantekt, er til þess að gefa, við erum sköpuð til þess að gefa Guði dýrð og njóta hans eilífð. Og þetta overlappar, það er ekki eitthvað, já, núna erum við að gefa Guði dýrð en ekki njóta, nú ætlum við að njóta en við erum ekki eins og Guð, þetta og þetta felur í sér hluti bara öll svið lífsins, skapandi vinna, hvíld, lofgjörð og bæn, mannlega samfélag, þjónusta, nautn, allt þetta. Enda markmið okkar, eða tilgangur okkar er að hefja Guð upp og njóta hans í gleði. Vandamálið er það að við höfum gert uppreist gegn Guði í synd, með synd, sem því að missa marks, svolítið svo píluspjaldi. Þegar þú hittir ekki í markmið og fellur á þeim væntingum sem að Guð sett á þig. Og það er ýmist meðvitað og ómeðvitað, náttúrulega bæði í stóra samhenginu. Og laun syndarinnar, eins og Páll orðar það, er dauði. Það er að segja, ef við viljum ekki Guð, sem við höfum alls sýnt, þá fáum við það sem við viljum. Og það er eilífur aðskilnaður frá Guði, það er helviti. En vegna þess hve djúpt Guð elskar okkur, og nú er ég ekki að reyna, mér langar mjög að geta sannfært ykkur að þig með einhverjum orðum, með einhverjum tilfinningum, með einhverju tjáningu, en ég geta ekki, eins, ég get gert mitt besta, en sannleikurinn er bara sá að Guð elskar þig, mig, svo djúpt, svo ógeðslega djúpt. Svo hugsun það að missa okkur og þessi aðskilnaður á milli okkar og Guðs, svo hugsun hryllti hann meira heldur en hann gerir okkur og þess vegna sendi Faðirinn soninn á krossinn til þess að deyja og taka á sig dauðan okkur, bæði líkamlega og andlega. Hann var aðskilinn frá föður sínum í staðinn fyrir okkur. Dómarinn tók á sig okkar dóm. Og eina sem við þurfum að gera ef við viljum meðtaka þetta er treysta því að Jesus hafi dáið fyrir okkur. Hann hefði gert það ef að þú væri sá eini, for sure. Og við það getum við sæst við Guð og gengið inn í hans ríki, sem er leiðinni bæði og lifað í bara þeim dýrlega tilgangi sem við vorum sköpuð til að lifa í. Þannig við þurfum bara að játa það að við erum sek. Guð, ég hef syndgað, vil fyrirgefa mér, ég treysti þér til þess að gefa mér nýtt líf og nýtt tækifæri. Og við það hefst ferðalag og framfarir og mistök og fleiri, bara það er annað umræðefni. Það kostar ekki neitt að eignast eitt líf, en það kostar allt að fylgja Jesú. Og það er þessi virði. Og fyrir þá sem að þiggja þessa gjöf, býða eilíf, dýrðar, gleði, rík, örlög. Fyrir hina sem að afþakka eða hafna, býða örlög, glötunar og eftirsjár. Ég bið þig og Guð biður þig að snúa til hans sem að þráir þig. Þetta er vilji Guðs í stóra samhenginu og ég skrifaði hérna örlög sálar bara til þess að draga þetta saman. Hvað Guð vill fyrir þig og þína sál. Nú, svo er það líka þetta hversdagslega. Siðferði eða, þú veist, litlar ákvarðanir eða litlu hlutirnir. Heilbrigður, heilagur lífstíl er það sem Guð vill fyrir okkur öll. Hann ber okkur saman við sinn standard sem er bara réttlæti og kærleikur og heilagur lífstíl, eins og hann er lýst í Biblíunni, eins og lögmál Guðs sýnir, bara til dæmis boðin 10, það er bara svona grundvöllurinn og allt hitt.
og hann setur hann standard og nú fer ég bara með málið eins vel og ég veit ekki alveg hvernig maður myndi greina þetta guðfræðilega, en að einhver leyti þá setur hann standard eða þú veist, dæmir okkur eftir samvinsku okkar og bara þessu siðferði sem skráð á hjörtun okkar og við vitum almennt hvað rétt og hvað ránt. Svo það hitt að hann mun dæma eða þú veist ákvarða skilurðu harðar eða strangar á þá sem að vita meira. Þannig að hann ætlast til hærra eða meira af til dæmis kristnum af þá sem fylgjónum. Ekki að þeir eru betri, ekki að þeir eru þú veist, á einhverju öðru leveli, nema bara að því að þeir hafa kannski upplýsingar og hann ætlast til þess að þeir taki framförum. Ég vona að ég sé að útskýra þetta nóg vel. Þess vegna við sjáum þetta til dæmis í Jesú og hvernig hann kom fram við fólk sem að lifði í synd eða var bara lágt sett og var bara ekki að lifa góðum lífstíl. Hann kom fram við það mýkt og kærleika og miskunn á meðan hann var kannski harðorðari, klálega harðorðari við trúarlegt og þú veist, kallað farisæjar til dæmis og fleiri. Af hverju? Af því að hann vissi að þeir vissu miklu meira heldur en allir hinir. Þeir höfðu ytri verk á hreinu en hjarta þeirra var langt frá Guð og allt það. En Guð sanngjarn. Þannig að það sem ég vil segja þessu að Guð ætlast til að við fylgjum hans vilja, allir og þrú, en hann tekur samt mið af aðstæðanum okkar og hvað sem við trúum og dæmir af sanngirni og réttlæti, hans viðmið. Ok, en við getum, ef við ætlum að segja, og nú ég að tala seinni hlutan, bara hversdagsleikan, vilja Guðs fyrir þessa litla hluti, það svona ekki endilega örlög sálar hennar, en samt beintengt því einhvern veginn fyrir og eftir. Hvað það sem að Guð vill fyrir okkur í daglegu lífi? Bara hvernig veit ég hvað hann vill í dag? Og með sögum aðferð áðan, með því að leyfa Biblíunni að túlka, getum við tekið saman nokkur kjarnaatriði og í rauninni það mjög auðvelt af því að Jesús var spurður hvert æðsta boðorðið, hver er bara hæstu og mikilvægastu reglurnar í lögmálinu og hann svaraði, og ég les upp úr Matteus 22, 37+: Elska skalt þú Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu líkt, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir all lögmálið og spámennir. Elska kærleiksríkur lífstíll er það sem að Guð ætlast til okkar í hversdagsleikanum. Og þess vegna segir Páll í Rómarbréfinu kafla 13 að sá sem að elskar hefur uppfyllt lögmálið. Það er að segja, sá sem að hittir í miðjuna á píluspjaldinu eða skilur, sá sem að nær meginatriðinu hefur uppfyllt allt sem að flæðir út frá því. Öll þessi smáatriði sem að rétt að ránta og hvað það eru bara nánari skilgreiningar á því hvernig það lítur út að elska Guð og menn. Og fyrr í sama hluta bréfsins skrifa hann líka elskan sé flærðarlaus, sem þýðir bara sincere eða einlæg, hún sé authentic, ekta, ekki fake. Hafið andstyggð á hinu vonda en haldið fast við þið góða. Og fleira, það kemur mjög mikið lýsing í 12. kafla Rómarbréfsins sem að ég mæli með. En hann heldur því fram, sönn ást, sannur kærleikur felst í því að elska það sem er gott, elska Guð og menn og réttlæti og ást og allt þetta, og að hata það sem er slæmt, hata ílsku. Það er að segja hluti eins og bara ójafnrétti, óréttlæti, ofbeldi, kúgun, spillingu og synd. Og það er kannski ólíkt hvernig við berjumst gegn óréttlæti. Jesús barist gegn óréttlæti með því að standa upp fyrir þá sem að minna máttur sín og tala gegn synd og stundum sýndi hann reiði en oftar satan við borð heldur en hann flippaði. En það felur í sér að á hverjum tíma fyrir sig er kirkjan countercultural og umdeild sönn kirkja af því að hún þorir að bæði elska og sína róttækan kærleika og vera hlý og sína miskunn þegar samfélagið lifir í heift og bara hatri. Kirkjan ætti að sína bara róttæka gestrisni og vera elskuleg þegar samfélagið bara trúir á einstaklingshyggju og kirkjan eða kristnir ætti að þora að segja x og x hlutir séu off limits þegar heimurinn samþykkir það. Hvað svo sem það er á hverjum tíma fyrir sig. Mögulega tölum við meira það seinna. Nú, varðandi hina spurninguna eða réttara sagt staðhæfinguna sem ég ætla að fá að breyta spurningu fyrir þetta tilefni. Er Biblían með öll svörin? Já og nei. Fyrir því svolítið hvað meinar. Augljóslega er hún ekki með svör á öllum fræðasviðum. Hún er ekki með alla vísindalega þekkingu eða praktíska götu þekkingu. Hún er ekki með þekkingu um hvernig efnisheimurinn virkar nema kannski einhverju örlitlu leyti. Það er svona höfum raungreinar og hagnýtum þær eftir aðstæðum. Biblían veit ekki hvað er best að gera við andlegri vanlíðan þegar hún næra á einhverju dýpri eða flóknari svið heldur en Biblían adressar þótt að mörg andleg vanlíðan leysist við bæn og við það leita Guðs.
en ekki öll, sumt flóknar það, þess vegna hef ég leitað sálfræðings á tímabili. Uppeldi, læknisfræði, fjármál, allt þetta, sjálfsögðu Biblían ekki með öll svörin á þessu sviði og ég býst ekki við því að það var staðhæfingin eða pælingin. En að því sögðu þá hefur Biblían hins vegar svör við mikilvægastu spurningum lífsins. Heldur hún fram og ég efast ekki og er sannfærður og lifir með þess að fullyrða að hún hefur svörin sem hún þarf að hafa. Það er að segja svörinum bara eins og vorum að tala um áðan, af hverju við erum hér, hvert vandamálið er í kringum okkur og innra með okkur og hver lausnin við því er, plus afleiðingar þess hvernig við bregðumst við lausninni. Að því sögðu, smá side note, við það að lesa Biblíuna vaknaðu þetta fullt af spurningum alls konar misstór, sum mikilvæg, sum kannski minna brýn atriði og guðfræðingar eru missammála skilur eðli skírnar eða heilara kvöldmáltíðar eða x atriða í Nýja testamentinu og gamla, en major kirkjudeildirnar eru mjög sammála á því að Biblían er skýr á því sem skiptir mestu máli, eðli og náttúra Guðs, hjálpræði og eilífðin og allt það, en minni atriðin og alls konar spurningar einhver nákvæm dæmi eða texta í Biblíunni er mjög erfitt að svara og ég er með spurningum sem ég veit ekki svara við og ætla ekki að þykjast að hafa svarið við, en það er spurningar sem er erfiðar að svara og það sem skipta minna máli eru ekki spurningar og það er ekki svör sem að hafa einhver major eða mikil áhrif á heimsýn kristina eða á hvernig örlög eða eilíf sálarinnar lítur út. Öll þessi minni atriði eru skipta minna máli, eða málsins samkvæmt. Þannig til þess að draga saman þetta, hvað sem Guð vill og hvernig vitum við að Biblían með svörin. Við getum vitað hvað Guð vill ef þú trúir texta þessara bókar. Þú getur komist að því hvað hann vill fyrir einstaklingin og fyrir sálina, hvað hann vill gera fyrir okkur og til hvers hann ætlast á okkur í stóru og smáu. Sem er að leita Guðs, sættast við hann, elska hann á okkur öllu og náungan með sömu og bera sömu hagsmuni og sama hugsun til náungan sem svo við elskum okkur sjálf. Það var róttækur kærleikur. Það er í rauninni vilji Guðs í mjög stuttum máli. Alright, við þessu, og nú er ég kannski komin í niðurstöðu, samantekt og afleiðingar. Þú getur brugðist við þessu á tvennan hátt og ef við gerum hlutlaus í smástund og horfum á bara mögulegar afleiðingar af hvorum möguleikanum, þá eru kannski 4 fræðilega niðurstöður. Í fyrsta lagi segjum að Biblían sé sönn. Þú samþykkir hana og tileinkar hana, flott, þá eru örlögin mjög björt. Biblían er ósönn, það er ekki satt, allar þessar hugmyndir, en þú samþykkir hana samt og tileinkar, þá fer það eftir í hver raunverulegur sannleikurinn er, hvort þú sérst að græða á Biblíunni og alls konar góðum atriðum eða hvort þú sérst að missa af einhverju öðrum sannleika. 3, Biblían er ósönn og þú hafnar henni, þá er það flott, farið þá að finna sannleikan og vonandi segðu henni frá. 4, Biblían er sönn og þú hafnar, þá er það slæmt og örlögin eru myrk. Þetta er mín auðmjúka og vonandi eitthvað vel hefnuð tilraun til þess að útskýra hvað Biblían kennir, hver vilji Guðs er, hvað hún segir sjálft og hvað ég sé og svona vona það sé skýrt. Mér langar enda því að endurtaka sem ég sagði upphafi. Rökin fyrir sanngildi Biblíunar eru mjög sannfærandi og mjög yfirþyrmandi og ég ætti kannski að spjalla meira um það seinna á nýja kristna YouTube-channelinu. Ég veit ekki hvort ég að djóka eða ekki. En samt, kannski spjalla um það seinna. En rökin eru bæði vísindarleg og andleg, persónuleg bænasvör og óútskýranlega hluti. Þannig að ég bara skil það eftir hjá þér og vona að þú komist að góðri niðurstöðu. Þú þarft að taka afstöðu og þú verður að dæma og ákvarða hverju þú trúir. Gerðu það og vandaðu hugsunina. Þangað til næst.